Komið þá blessuð og sæl og velkomin til Guðsþjónustu hér í Lindakirkju í kvöld og velkomin líka þið sem eru að fylgja okkur í gegnum streymið. Þema kvöldsins, biblíutextin sem við fáum, fjallar að opna augun og eyrun og að Guð getur opnað augu okkar fyrir einhverju sem stærra og meira en við sjálf. Og mér langar aðeins í upphafi, bara svona stöðla þegar sem ég varst alltaf svo skemmtileg sagði ég hérna fyrst að það var einu sinni strákur sem kom að myndhöggvara og þetta var kvenkyns myndhöggvari og hún stóð fyrir framan risastóran marmaraklump og svo byrjaði hún að höggva í klumpinn. Og hann kom svona reglulega og sá að þetta var fyrst bara svona kassi og svo var þetta orðið svona að taka einhverja mynd orðið smá eins og svona kúla eða steinn og svo náði hann ekki að koma í einhverja 4-5 vikur og kom bara þegar hann var tilbúinn. Og þá sá hann þetta glæsilega ljón sem hann var búinn að gera. Og þá sagði hann, hvernig vissuru að það var ljón inni í steininum? Það var að því að hún hafði sýn. Og þannig þurfum við stundum að hafa sýn fyrir líf okkar og hvað við viljum. Og mér langar að áður en við förum inn í bænagjörðina og heyrum einmitt lag sem fjallar líka að Guð getur gefa okkur náð til að fá sjón, að þá hérna fallegt ljóð sem að hann Sibbi eða Sigurbjörn Þorkelsson, ljóðskáld, segir einu sinni í misjöfnu ljósi. Í ljósi mannlegs veruleika ertu eins og sandkorn á strönd sem treðst undir í baráttu lífsins. En í ljósi Guðs ertu óendanlega dýrmæt perla, einstakur gimsteinn, fullur af lífi, sannleika og fegurð, fullur af leyndardómsfullum tilgangi í eilífri áætlun Guðs. Guðs sem elskar þig út af lífinu. Það eru góð orð í upphafi og við skulum nú signa okkur og fara með upphafsbæn í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð, iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. How sweet the sound.
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Þá bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa á sætum. Dýrð sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þá fáum við okkur aftur sæti og ég les fyrir ritningalesturinn sem er ritaður í bók Jesaja spámanns. Brákaðan reyrinn brýtur Guð ekki sundur og dabran hörgveik slekkur hann ekki. Og svo það pistillinn, eða fyrirgefðu ég átt að segja, þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og pistillinn er úr öðru Kórinthubréfi. Það er vegna Krists sem ég er svo öruggur frammi fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur og geti eitthvað sjálfur, heldur er hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki er ritaður á bók, heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Lögmálið var skráð með bókstöfum og höggvið á steina. Þó að þeir sem þjónuðu því dæju var dýrð þess slík að Ísraelsmenn gátu ekki hort framan í Móse vegna ljómans af ásýnd hans sem þó var það engu. Hversu dýrlegri munst þá sú þjónusta vera sem framfer í anda. Ef þjónustan sem sakfellir var dýrleg, þá er þjónustan sem réttlætir ennþá auðugri að dýrð. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá syngjum við saman og tökum vel undir í hinum fallega sálmi, Drottinn er minn hirðir. Drottinn er minn
Þá bið ég ykkur á nýjan leik sem eigið auðvelt með að rísa og sætum við heyrum heilagt Guðspjall, en Guðspjallið ritar Guðspjallamaðurinn Markús. Síðan hélt Jesús úr Týrusarbyggðum, Sídon og yfir Dekapólís byggðir, miðjar þar til Galileu vatns. Þá færa menn til hans daufan og málhaltan mann og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eyra honum og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, Efatha, það opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Menn undruðust mjög og sögðu, allt gerir hann vel. Daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getin af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontiusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá ætlum við að fá okkur sæti og við ætlum að heyra fallegt lag. Þetta lag af plötu sem að KK gaf út í kringum 2000 og platan heitir Paradís. Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum. Ég held að þetta hafi ekki verið spilað áður hérna í Lindakirkju, en þetta lag heitir Guðs náð. Og mér þykir svo vænt þetta laga því að þegar ég var farið í gegnum erfiða tíma, ég misti nákominn ástvinn sem var mér afskaplega kær og mér fannst það erfitt að þá hlustaði ég svolítið á þetta og það þarna svo falleg skilaboð. Mér langar að lesa þetta bara fjallar það að Guðs náð þarna þó að stundum sé myrkur, en þeir sem vilja sjá hana fá að sjá hana. Ef við ætlum að loka augunum fyrir henni, þá sjáum við hana ekki. Og það segir svo fallega, það eru erfiðir tímar og engin ráð. Þeir sem lifa fyrir Guðs náð. Engin veit og engin sér, engin veit og fer sem fer. Þótt degi frændur, þótt degi fé, þó allir láti sem ekkert sé, þá sé ég samt kraftaverk, allt kring og undurmerk. Þeir sem vilja sjá, fá að sjá. Svo segir svo fallega, þó skorti mannúð, þó skorti ást og allt og margir séu úti að þjást, þá sé ég samt kraftaverk, allt kring og undurmerk. Þeir sem vilja sjá, fá að sjá. Og þetta passar svo vel inn í predikun dagsins og það sem við eigum að hugleiða sem texta. Við skulum gefa honum Sigga Ingimars og Óskari svið, gjörið svo vel. Sem ekkert sér, þá sé ég samt kraftaverk, allt kring og undurverk.
allir láti eins og ekkert sé, þá eru tendruð ljós eins og bók og svarta myrkri stígur andans sól. Skorti mannúð, þó skorti ást og allt og margir eru út að þjást, þá sé ég samt kraftaverk allt kring og undurmerk þeir sem vilja sjá, þeir sem vilja Takk fyrir þetta, Siggi og Óskar. Og Þórir og Palli, þetta var heil hljómsveit. Fyrir geðið, strákar. Takk fyrir. En það er svo mikil viska að mínum dómi í þessu lagi. Við þurfum að vilja stundum að sjá til þess við getum eitthvað séð. Og Móðir Teresa sem kannski á seinni tímum svona eins og táknmynd fyrir hið góða sem helgaði líf sitt fátækum. Hún var einhvern tímann spurð það, hvað gerirðu til þess að sjá Guðs dýrð og hvað gerirðu í erfiðum heimi? Og þá sagði hún eitthvað á þessa leið að þegar mér tekst að hætta að sjá allt sem að ég þrái og allt sem að mig langar bara fyrir mig, minn eigin metnað, hvernig ég get stækkað og orðið meiri, þegar ég legg það til hliðar, þá fyrst fer ég að sjá Guð í náunganum. Og svo sagði hann svo fallega einhvern tímann, þegar henni var hrósað fyrir hvað hann hefði unnið gott verk meðal fátækra, því að það voru byggð í hennar nafni mörg munaðarleysingja-hæli, að þá sagði hann, ég var samt og aldrei annað en bara pensill. Það Guð sem að málar. Það Guð sem á sýnina, það Guð sem að hugsar verkið. Ég vil bara fá að vera pensill í hendi Guðs. Sem passar svo fallega við textan sem ég las áðan, en þar segir postulinn, það vegna Krists sem ég öruggur fram fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur, eða geti gert eitthvað sjálfur, heldur hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn hins nýja sáttmála, sem ekki ritaður á bók, heldur hann andlegur. Við megum horfa á lífið líka frá andlegum sjónarhorni. Og það svo mörgir vitnisburðir til það þegar fólk kemst til andlegs þroska. Við höfum kannski einhvern tímann tengt við og verið það sjálf jafnvel, eða einhver í kringum okkur í miklum vandræðum og maður segir kannski, ég bara vona hann fara að sjá hvað hann þarf að gera til þess að verða betri. Og það ekkert sem getur stundum gerst fyrir að viðkomandi sér það sjálfur. Og þetta mjög þekkt í AA-fræðunum. Það sagt við getum ekkert gert nema viðkomandi lenda á botninum og þá kannski finnur viðkomandi tækifæri til þess að spyrna sér af honum. Augu okkar sjálfra þurfa að opnast fyrir því. Því ef við erum blind á það, þá erum við ekki að leita eftir hjálp. En mér langar aðeins að deila með ykkur svona litlum hlutum sem
hafa aðeins talað til mín og hjálpað, og það til dæmis svo fallegt sem að var sagt hérna í bók sem að ég var aðeins verið að glugga í, og einn sem kemur hérna oft í messur og heitir Gísli Gíslason, hann var í DFF daginn og hann var að tala það bara eftir hrunið, þá hefði líf hans verið mjög erfitt, en hann hefði upplifað svona bara Guð í sínu lífi og fengið svona eða sýnir eða bara fundið sérstaklega fyrir Guði og gaf þessa bóku út sem heitir Sannleikurinn sem hulinn en allir sjá. Og hann segir þessa andlegu sýn: reyni ekki að sjá til að trúa. Trúin og verður ósýnileg en hún þarna. Eins og vindur vanga, þá finnið þið fyrir kærleikanum sem tilfinningu, hvorugt sýnilegt en þið finnið fyrir því. Í hverri bæn eflist þið og hjart ykkar stækkar. Þetta fallega sagt. Og svo ef við höldum aðeins inn á AA-fræðunum, því það svo gott sem að kemur margt þaðan í 12-spora-kerfinu, að þessi bók hafði svolítið áhrif á líf mitt einu sinni, en hún heitir Change Your Mind and Your Life Will Follow. Og það akkurat það sem gerist líka. Það svo margt sem gerist leið og við breytum huga okkar. Jesús sagði við blindamanninn: opnast þú, og þegar eitthvað opnaðist, þá byrjaði hann að sjá. Og þarna var þetta líkamlegt kraftaverk, en í hinu andlega lífi sem við lifum, þá getum við öll fengið aðgang að stærri andlegum heimi en bara þarna úti. Skulum við segja, já, það andlegur heimur sem kristin trú boðar okkur sem skiptir máli, og augu okkar geta opnast fyrir því. Og það sem að þessi bók meðal annars minnir okkur svo fallega á að ef við förum að horfa á allt sem kennslustund eða allt sem eitthvað tækifæri, þá hefur það svo mikið að segja. Ef við ætlum ekki alltaf að vera fórnarlömb og horfa á allt sem hindranir, heldur líka í erfiðu aðstæðunum sem við fáum kannski ekki breytt og hugsa við, þetta óbærslega erfitt, en það einhver kennslustund þarna. Ef við reynum að horfa á alla sem við mætum, ég get lært eitthvað í þessum aðstæðum. Hver einasta manneski sem ég mæti Guðs barn, og ég get lært eitthvað af viðkomandi. Að þá verður lífið stærra og betra. Og það var það sem í sögunni sem ég sagði upphafi, þegar að það var verið að fylgjast með myndhöggvaranum og það var spurt: hvernig sástu að það var ljón inni? Það að því það einhver andleg augu sem að listamenn hafa oft, en það eru líka andleg augu sem við getum fengið og Guð getur hjálpað okkur með. En þegar við höfum þau ekki, þá getur lífið verið erfitt. Og mér langar núna að lesa 2 ljóð sem að útskýra munin af því hvað þú sérð og hvað þér hefur verið gefið til að sjá. En þetta eftir hann Guðna Má Henningsson. En Guðni Már Henningsson, hann var útvarpsmaður og hann komst til trúar, og maður heyrði það, ef maður fylgdist vel með honum í útvarpinu á ákveðnum sem tímapunkti, þá var ennþá bjartara yfir öll í líf hans. Og svo munaði. Hann spurði spurningar sem voru opnar og bjartari, og hann sagði sjálfur frá því að það hefði verið að því að trúin hjálpaði honum. Og hann gaf út bók sem hann tileinkaði ömmu sinni sem hjálpaði honum alltaf, og hún heitir Það sem kaffið kólnar ekki. Og mér langar að lesa 2 ljóð fyrir ykkur. Annars vegar, fyrra ljóðið, það lýsir því eiginlega hvernig það að vera blindur eða sjá ekki til sólar. Og hann segir: sá ekki til sólar, né ský á himni, fann ekki freran, fimbul kaldan, dó ekki drottni, dýrðar ljómans, leit ekki lífið, né leg að kveldi. Naut ekki sátta í niði köldum, uns kom ég kaldur að krossins tré, kærleikans Kristur kisti freran, sól í suðri, skein á himni, lítill laut ég lífsins herra. Og þegar hann mætir Guði, þá breytist svo mikið, og næsta ljóð á eftir, það heitir Stjörnubjart. Og þar lýsir hann svo fallega: á hverri nóttu stjörnurnar skína, sé ég allt sem orð mín ná ekki að tjá, ástina alla
og eilífðina þína og endalausan kærleik ljósunum frá. Stjörnurnar allar í ótrúlegum geimi á eilífum himni skapar af þér. Í lotningu þær ljúta þér æðstur í heimi og lýsa bjartan veginn ætlaðan mér. Það skiptir máli hvernig við horfum á hlutina. Og í Biblíunni, þegar það verið að skrifa til frumsafnaðana, fyrstu kristnu, þá er nokkru sinnum sagt að það sem við erum að boða, það er heimska í augum heimsins. Það er ekki allir sem skilja það hvað gerðist á krossinum og hvaða merkingu krossin hefur. En hvernig við horfum á krossin, það getur haft svo mikið með það að segja hvaða hugarfari við horfum á hann. Það er að segja, krossin getur annars vegar verið mynd af ofbeldi, en hann getur líka verið lykill af friði. Ef við þekkjum Krist og það sem Kristur gerði fyrir okkur. Krossin getur verið mynd af þjáningu, en leið lykill af lækningu. Krossin er tákn dauðans, en jafnframt lykill af lífi. Krossin er tákn hins algjöra veikleika, en hann er jafnframt tákn hins mesta sigurs. Krossin er mynd af dauðarefsingu, en hann er jafnframt lykill af náð og fyrirgefningu. Krossin er mynd af takmarkalausu hatri, en hann er jafnframt lykill af óumræðilegri ensku. Krossin er mynd hinnar mestu smánar, en leið sigurmerki dýrðar. Það fer eftir því hvernig við horfum á það. Hvort við viljum sjá, og ef við viljum sjá, þá fáum við að sjá. Og Guð gefi okkur augu til að sjá að við þurfum að vera ljósberar í þessum heimi og að við þurfum að taka ábyrgð á því sem er okkar. Við þurfum að horfa sama hvar lífið er að taka okkur, eða hvert lífið er að taka okkur, að þá getum við séð tækifæri í hverjum aðstæðum. Guð getur opnað augu okkar fyrir því. Biðjum Guð um það. Til að fylgja eftir aðeins þessu orðunum hans Guðna, þá er þetta lag okkar sem við flytjum þetta næst til Take the Pain Away, svolítið viðeigandi við þessu orð, því að stundusamt er heimurinn þannig og líf okkar þannig að við getum ekki, við sjáum ekki leiðina og við sjáum ekki ljósin og það er engar stjörnur því að við erum í svo miklum sársauka og það er svo gott að vita að setja sársaukan í hendur sig einhvers annars svo við fáum að njóta lífsins því að við viljum ganga veginn og sjá tækifærin og það fallega sem er í lífinu og fá að vera ljósberar en við getum það ekki alltaf á þessum erfiðustu stundum sem við lendum oft í gegnum lífið þannig að við getum sett sársaukan einhvert annað og fengið smá aðstoð og haldið svo áfram vonandi með lífið.
Takk fyrir einsökin Ragnar og kórinn fyrir þennan frábæra flutninga á þessu fallega lagi. En nú komið að því að það bæði altarisganga og bænastund. Bænastundin með hefðbundin sniði, þar að segja þegar að meðan altargöngunni stendur þá getið þið líka staðið upp og kveikt á bænakerti, skrifa niður bænarefni, eitthvað sem þið viljið biðja fyrir eða þakka fyrir. Og þið sem að heima getið líka sendt á Lindakirkja@lindakirkja ef það eitthvað sem þið vilja að við biðjum fyrir. Það trúfastur hópur
sem að alltaf hægt að koma í. Það bænastundir hérna, opnar öllum á 50 klukkan 9. En við höfum sem sagt núna altarisgönguna, ég fer með innsetningar orðin, svo kölluðu, svo kemur hann Guðmundur Karl og deilir með mér, séra Gummi Kalli, og meðan að þetta fer fram og það sungið þá getið þið sem sagt haft bænastundina. En ég vil líka taka það fram að í kaleiknum þá erum við bara með vínberja safa, þannig að þið getið öll þegið sama hvort, já, hérna við pössum upp og það ekki áfengi sem sagt. En þá komið innsetningar orðunum og þetta gerum við af því að Jesús sagði að við ættum að gera þetta. Kæru Kristsvinir, Jesús sagði sjálfur, ég brauð lífsins og þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og í heilagri kvöldmáltíð þá gefur hinn krossfesti og uppreisni Drottinn okkur sjálfan sig, svo að hver sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu fái svölun og næringu til eilífs lífs. Þess vegna lyftum við hjörtum okkar til himins og þökkum Drottni. Við byggjum þig, Guð, send okkur heilagan anda, að gjafir þínar sem við neytum verði okkur brauð lífsins og bikar blessunarinnar samkvæmt boði sonar þíns, sem á þeirri nóttu hann var svikinn, tók brauðið, gjörði þér þakkir, braut það og gaf sínum lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn sem fyrir ykkur gefinn, gjörið þetta í mína minningu. Og sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði þér þakkir, gaf þeim hann og sagði, drekkið allir hér af, þetta kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir ykkur úttelt til fyrirgefningar syndanna. Gerið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Og það í samhljóðan við þetta boð Drottins sem við komum saman og minnumst holdtekju Jesú, pínu hans og dauða, upprisu hans og uppstigningar og væntum endurkomu hans í dýrða dæma lifendur og dauða. Og við byggjum þig, Guð, gefðu okkur heilagan anda, afmáðu syndir okkar og sameinað okkur sem lifandi limi á líkama Krists, okkar upprisna Drottins og frelsara. Og þá byggjum við saman bænina sem að Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin. Amen. Og brauðið sem við brjótum samfélag líkama Krists, og sá bikar blessunina sem við blessum samfélag blóð Krists. Gangið að borði Drottins, allt til reiðu.
Biðjum. Guð, við þökkum þér að þú hefur mett á okkur þessari hjálpsamlegu gjöf og við biðjum þig að þú af miskunn þinni látir hana verða til að styrkja trú okkar á þig og gera okkur brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir það son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen. Og þá að koma að lokum þessara stundar. Mér langar aðeins að minna á að nú allt starfið farið á fulla ferð og morgun eru vinavoðir og KFMK starfið alltaf á þriðjudaginn og barnakórinn og úlingakórinn komin á fullt líka. Og svo langar mig að segja frá því að ekki núna á miðvikudaginn heldur eftir 10 daga, þá hefjast alfa námskeið. Þau verða kynnt betur í næstu messu en það svona námskeið kristna trú sem hefur reynst mörgum mikil blessun og opnað augum margra fyrir því hvað trúin getur gefið okkur. En við erum að lokum senda út með hérna drottnilegu blessun og biðja ykkur sem auðvelt með að rísa á sætum og meðtaka hana. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Ertu hættu Guðni? Ótti eftir að gera eitthvað annað? Já. Herðu, svo skulum við bara fara í friði og þjóna drottni með gleði. Já, gerum það! Er það í messunni? En við ætlum að fá að taka eitt lag fyrir ykkur lokið. Þið mig gjarna setjast bara og hlusta. Þetta lag sem við syngjum mjög sjaldan eða ekki oft og þetta fjallar nákvæmlega það sem Guðni var að tala um náð og lækningu.